Lykkjuspor. Lykkjuspor byggjast upp á því að við saumum með þræði í prjónles og það byggjast upp á því að við förum héðan og hingað. Þið sjáu þessi hérna svona eins og vaff sem kemur svona eins og vaff hérna. Og við byrjum á því að finna staðinn sem við ætlum að fara í og förum bara beint í gegnum hann. Byrjum bara hérna. Drögum spottan í gegn. Og lykkjuspor er alltaf best að gera frá hægri til vinstri ef maður er réttendur, þá allavega ef að þannig er, eða þá frá vinstri til hægri ef maður er réttendur og svo fer maður upp á við. Það er ekki gott að gera lykkjuspor niður á við, það verður aldrei fallegt. Nú er hérna komin endin hérna í gegnum gatið og þið sjáuð að hérna er gatið. Þá ætlum við að fara hérna, fylgja þessu hérna sem fer hér undir, svona, drögum í gegn. Svo förum við aftur hérna í. Ef við erum að fara núna til hliðar, þá myndum við fara í næsta gat við hliðina, hér upp. Sjáðu. Og þá förum við hérna og við fylgjum lykkjunni hérna innundir og bakvið. Ef ég ætla að fara upp, þá myndi ég fara hérna upp og byrja aftur héðan. Og þá fer ég fylgi gatninu undir. Ef þú ætlar að fara í sömu, þá er hérna svona lítið hak, þá ferðu upp það. Þá ertu í sömu lykkju og fylgi gatninu sem liggur hér og upp. Ef ég er að fara aftur í sömu hérna fyrir ofan, kræki ég hérna í hakið og fer fylgi gatninu og undir. Ef ég er að fara við hliðina á, þá fylgi ég bandinu hérna, sjáu þið, og fer hér upp. Þannig að þú raun og veru fylgir alltaf gatninu eins og það liggur. Og svo klárar þau bara og þá lítur þetta svona út. Við byrjum frá hægri til vinstri, ef maður er réttendur, vinstri til hægri, ef maður er erfendur og upp.